Borgarfjörður Eystri hóf þátttöku í verkefni Byggðastofnunar Brothættar byggðir í febrúar 2018 og fékk nafnið Betri Borgarfjörður. Markmiðið með verkefninu var að stöðva viðvarandi fólksfækkun og fá fram skoðanir íbúanna sjálfra á framtíðarmöguleikum byggðarinnar. Styrkjum var þá veitt út af vegum verkefnisins til þróunarverkefna og annarra samfélagseflandi verkefna. Ný fyrirtæki hafa nú verið að spretta upp á svæðinu, eins og til dæmis íslenskur æðardút sem við fjölluðum í síðasta þætti. Puffin Treats er annað verkefni sem stefnir á að bætast í þessa flóru fyrirtækja á Borgarfirði eystra, eins og konfektmóli í Öskju sem er farin að líta ansi girnilega út. Þetta byrjaði allt fyrir nokkuð mörgum árum þegar vinkona mín dró mig á námskeið hjá Ásgeiri Sandholt. Þá eftir það námskeið var ég svona svolítið snobbu hvað var að súkkulaði. Það er eina snobbi sem ég hef. Og hann var náttúrulega með alveg lúxus hráefni sko. Og eftir það fór ég svona að fikta við þetta eins og við gerðum náttúrulega saman við vinkonurnar. Og svo hef ég alltaf verið að gutla við þetta af og til. Og svo þegar Borgarfjörður fór í þetta Brothættar byggðir verkefni, að þá var mér aflagt að, eða var alltaf verið að þrýsta á mig að prófa að sækja styrk til Brothættar byggðar sem ég gerði og fékk. Og ég er komin þetta langt, það er aðeins farið að selja. Við erum að selja fyrir mig hérna í Vög, nýja baðstafnum handa við Egilsstaði og hérna í Blábyrgum. Svo var ég að senda frá mér í morgun norður á Sauðárkrók. Svo þetta er svona aðeins farið að rúlla. Hvað erum við með hérna í skálinni? Segðu okkur aðeins frá því. Hér í þessum til dæmis höfum við saltkaramellu. Svo verður þú að smakka. Ég þarf að smakka. Já. Svo í þessum stró karamella. Já. Og hér er kókos. Og hér höfum við amarúla. Og hvað verður til þess að þú ákveður að gera móla með þessu bragði frekar en öðru? Ertu mikið að prófa þig áfram? Já, ég er nú alltaf að prófa eitthvað. Mér finnst best að eiga ekki móla með chili fyllingu. Já. Það er svolítið gott. Ótrúlega gott kombo, chili og súkkulaði. Það eru margir möguleikar í þessu? Já, fullt af möguleikum. Sko. Það er í rauninni bara hugmyndaflugið sem að ræður. Sko. En þú gerir það sjálfur, handgerðir og maður sér að það er líka handbragð á mólunum? Já. Ég velti svolítið fyrir mér sko þegar ég fór nú að taka þetta svona úr mótólum og svona. Hvort að ég ætti til dæmis eins og hérna, þeir eru ekki alveg allir jafnir sko. Nei. Ég var svona að veltaði fyrir mér hvort ég ætti að vera að snyrta á til, en ég ákvað að gera það ekki sko. Þetta er svolítið svona, mér finnst þetta allavega svolítið svona spes að hafa það bara svona eins og þau koma úr mótinu. Já, sést handbragður. Já, akkurat. Það hlýtur að vera svolítið gaman að fá gesti en núna í heimsókn að geta boðið upp á þetta konfekt með kaffinu. Já, það er rosa gaman sko. Og þessu bara hefur verið mjög vel tekið sko. Fólki finnst þetta gott. En hvernig sérðu þetta fyrir þér þróast? Það er bara fleiri bragðtegundir og alls konar? Já, einhverjar fleiri kannski. Ég hugsaði nú í upphafi að vera kannski ekkert með of margar, en þú veist, svo fiktar maður alltaf og prófar þetta og prófar hitt og þannig að það veit enginn hvernig þetta endar sko. Maður verður kannski með bara haug af fyllingum og þess að fólk getur valið náttúrulega. En svona sköpunarferli í þessu, er þetta svolítið eins og uppáhaldsmaturinn sem fyrir matinn á mömmu, það er bara það sem var til í ísskápnum, er kannski tilviljunarkennt hvað verður næsti móli? Já, það er svolítið þannig í álfunni, það er bara, og eins og ég segi hugmyndaflugið sko. Já. Það er alveg komið að ég hafi opnað ísskápinn og staðið býtu, hvað á ég að búa til núna, hvaða bragð á ég að setja í næstu fyllingu sko. Þannig að þetta er svolítið skapandi og skemmtilegt. Ég er búinn að prófa kókosmólan. Hvaða móla á ég að prófa næst? Prófaðu strókaramelluna. Já, það er alveg ekta stró í henni. Þessi er ótrúlega góður.